þá þurfum við náttúrulega að hætta að tala húsnæði sem mannréttindi. Það alveg búið að bjaga markaðinn þvers og kruss þar sem að ákveðnir aðilar eiga að hafa sér aðgang að sér húsnæði á sér kjörum, á sér lánakjörum líka. Það að segja bæði verðið og lánin eiga að vera á einhverjum sér kjörum til þess að eitthvað fólk geti klappað sér á bakið fyrir það að vera að nota pening annarra gegnum lífeyrissjóðina þeirra, fyrir það að hafa komið þaki yfir höfuðið fyrir ákveðna aðila. Maður til dæmis að sjá Höllu Gunnarsdóttur og aðra koma og klappa sér á bakið fyrir það að hafa búið til húsnæði fyrir eitthvað fólk og svo að skammast í öðrum verktökum sem að náttúrulega ekki með sama fjármagn í boði, sem að eru að reyna að byggja alla daga, að þeir eru svo vondir út af því að þeir eru ekki óhagnaðardrifnir eins og við. Þrátt fyrir það náttúrulega Halla kemur ekkert að því að byggja þetta. Eina sem að hún gerir að taka peninga sem hún á að vera ávaxta á sem skynsamlegasta máta, sem örugglega ekki þetta, þegar allir á botninn hvolft, til þess að klappa sér á bakið og skammast í öðrum fyrir það að vera ekki að byggja jafn ódýrt húsnæði og hún, þrátt fyrir það að fjármagn hefur náttúrulega ekki verið jafn dýrt í mjög langan tíma. Þannig að við erum að einhverju leyti, og ég búinn að benda á þetta áður, að eiga samræður á ákveðnum, bara í ákveðnum fáránleika stíl. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/einpæling.